Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi eftir páska. Við sittum í stúdíunum, við erum að nota stúdíóið í tengslu við mótmæli sem eru á Austurvelli, þess vegna stendur Bjarnaburt. Þetta tímabundið, þetta ekki framtíðar fyrirkomulag við Rauðaborðið. En við Rauðaborðið í kvöld kemur hingað góður hópar fólki, það Ögmundur Jónasson. Hann fyrirverandi þingmaður og ráðherra og formaður BSRB. Marinó Njálsson sem tölvunarfræðingur og einn af stofnendum hagsmunasamtaka heimilanna. Margrét Tryggvadóttir fyrir þingkonna borgarhreyfingarinnar sem spratt upp úr búsaltabyltingunni og Árni Daníel Júlíusson sagnfræðingur sem að hluti af Attack Ísland sem var líka stór hluti af búsaltabyltingunni. Við erum öll velkomin. Umræðuefnið í dag er 2007 komið aftur út af svona stemmingunni sem í samfélaginu og atburðir dagsins eru þannig líka að við verðum að byrja þar. Það búið að vera mikil reiðialda sem hefur gengið við samfélagið í 2-3 vikur út af sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka og fyrst sagði ríkisstjórnin að þetta var allt í lagi, svo sagði hún að hún myndi láta ríkisendurskoðun skoða þetta, svo kom fjármálaeftirlitið og ákvað sjálft að skoða þetta og núna í dag bregst ríkisstjórnin við eftir að ráðherrarnir höfðu meira og minna verið í útlöndum páskana og ákveða það að leggja af bankasýsluna sem nú eitthvað leyti margbóða mál. Má ég byrja á þér, Margrét Tryggvadóttir, hvað finnst þér atburðarás? Er ríkisstjórnin á flótta? Já, ríkisstjórnin náttúrulega augljóslega á flótta og það er náttúrulega líka þannig að maður þekkir svo vel ritmann í þinginu að það er algjörlega ljóst að tímasetningin á þessari sölu rétt fyrir páskahlé þingsins, þar sem þingmenn í raun ræðupúltið er tekið af þeim í 2 vikur og þeir hafa engin verkfæri, hún er ekki, ég meina þetta er engin tilviljun að salan fer fram á þessum tíma, þannig að þetta aðeins styrlast upp fyrir páska, svo bara þingið sent heim og bara menn vona að öldur hafi lægt eða það kemur saman aftur. En ég held þetta sé stærra en það. En mér finnst mjög skynsamlegt hjá stjórnarandstöðunni í dag að kalla eftir því að þing komi saman strax, enda það algjörlega tímabært. Og bara auðvitað er eitthvað sem þarf að ræða þar. Og líka bara ábyrgð ráðherra. Og þingið hefur náttúrulega mjög ríkjum eftirlitsskyldum að gegna og það skiptir bara gríðarlega miklu máli að því sé ekki kippt úr sambandi eins og hefur verið gert. En svo finnst mér líka rosalega ódýrt að kenna bara bankasýslunni þetta. Þess að það þótt að hún var náttúrulega upphaflega stofnuð til þess að viðhalda þessari arfslengd og að fjármálaráðherrann væri ekki í beinum bankarekstri, en hins vegar er alveg ljóst hvar ábyrgðin er og hver það er sem leggur upp, hvenær á að selja og bara hvernig söluferlið á að vera. Árni Daníel, heldur þetta séu viðbrögð ríkisstjórnarinnar við stjórnarandstöðunni eða er þetta viðbrögðin bara við upplausn í eigin grasrót og reiði almennings? Ég ætla að segja hvort ekki að geta trúa því. Það er einhvers konar hreyfing, þetta er ekki bara þetta er ekki bara eitthvað sem er á kommentakerfinum og það er fólk að mæta á Austurvöll og nú er það búið að gerast 2 í einu og 2 vikur í röð. Það er einhver titringur í meðal almenning, eða verulega titringum meðal almenning sem þetta er náttúrulega einstaklega gróft, maður segja. Þetta er fyrst að fela þessar upplýsingar sem yfirlýsta bankasýslan eigi að halda utan þessi mál með opnum og upplýsandi hætti og síðan að þegar listinn birtist þá ber að fyrir skjálfti samfélagið þegar nöfnin er lesin upp og talin upp. Það er eins og þessi komið 2008 aftur. Marinó,
Hvað heldur að aðgerðir ríkisstjórnar í dag eftir að slökkva á málinu? Nei, ég gera það ekki. Ég held að, ég hef aldrei, ekki í langan tíma, þá hef ég ekki hitt eins marga sem eins misboðið yfir þessu leikaraskap eða fúski sem þarna átti sér stað. Það sem átti að selja stóran hlut af Íslandsbanka í hendurnar á hæfum fjárfestum. Svo kemur í ljós og það átti maður náttúrulega vona á fagfjárfestum og svo kemur í ljós að þetta eru bara spákaupmenn og litlir einstaklingar sem átti ekkert að vera hann inni. Þannig að ég held að það þurfi eitthvað meira til. Hitt verður þó að segja að við höfum nú ekki séð svona stór viðbrögð hjá nokkurri ríkisstjórn í ansi langan tíma að ganga frekar harkalega fram, þó svo að það nú alltaf staðið til að leggja Bankasýsluna niður og það átti ekki að gera það fyrir en að væri búið að selja Íslandsbanka. Nú á að gera það áður en þeirri sölu lýkur. En þetta bara þessi siðvöndun einhvern veginn í þjóðfélaginu sem svo skelfileg og ég myndi nú ekki segja að 2008 væri komið aftur, þetta svona meira eins og þessi 2004-05 sem komið aftur því að ég held að við höfum alveg eftir að sjá miklu meira í þessari þróun. Við höfum eftir að halda áfram á sömu leið, þú ert að segja það. Við erum ekkert búin, við erum að sjá það að koma inn fullt af hrunverjum. Nú eru þeir að safna vopnum sínum aftur, Seðlabanki svo sem hleypti þeim inn í landi með fjárfestingarleiðinni sinni en núna eru þeir loksins að þora að sýna andlitin sín og þegar þessir einstaklingar byrja að þora að sýna andlitin sína þá mun fátt stoppa þá Nei, Ögmundur, 2007 eða 2008 komið eða þetta 2005 eins og Marinó segir, hvaða ári eru við? Ég ætla þessi ekki svolítið sammála Marinó að þetta séu árin svona í aðdraganda hrunsins en þetta með Bankasýsluna, ég hef ekki neinar sterkar skoðanir á því, hún hefur alltaf verið fyrst og fremst svona til sýnis átt að láta líta svo út að þetta sé allt saman óskaplega faglegt og ekkert annað en faglegheit en auðvitað þetta allt saman bara pólitík og mér finnst ekki slæmt að þetta sé komið undir ráðuneytið þar sem ábyrgðin raunverulega hvílir og síðan á þessi ábyrgð að vera inn í þinginu og ég hef alltaf viljað hafa þessa þræði beina og opna við lýðræði. Ég var meira að segja á þeirri skoðun á sínum tíma að alþingismenn ættu að ákveða kjör sín sjálfir, það ætti ekki að kalla til kjararáð eða aðra aðila, þeir ættu að ákveða kjör sín sjálfir og standa og falla með ákvörðun sinni, þeir getur gert það í vikunni áður en ákveðin eru kjör öryrkja til dæmis. Ég vil hafa þetta allt opið og sýnilegt og kalla pólitík, þannig að ég sé ekkert eftir þessari Bankasýslu, hún hefur hvort sem alltaf verið til sýnis. En það sem að vekur athygli mína þegar ég fer að rifja upp þessi ár í aðdraganda hrunsins og reyndar eftir hrun, þetta ekkert nýtt að gerast núna, þá ferlið alltaf það sama, það allan tíman búin að vera það sama. Það þegar að bankarnir voru seldir á sínum tíma 2002-2003, við munum eftir hvílíkt spillingarfen þeir voru dregnir út í. Þegar að Landsíminn seldur 2005, það var líka verið að skjóta mólum til vildarvina þar. Þetta var alltaf gerst og síðan ættum við að rifja upp það sem gerðist hér eftir hrunið. Núna þegar að Arion banki var seldur til dæmis, þar var verið að skjóta til vildarvina og síðan til fyrirtækja og vogunarsjóða sem þáverandi fjármálaráðherra, þáverandi formaður Viðreisnar og núverandi fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson fögnuðu gríðarlega að fá inn í landi. Nú ætlaðu þeir að veðja með okkur, þessi sjóðir, þetta 2016-17. Þannig að
það sem að við héldum mörg að myndi gerast, að við myndum læra hruninu, það gerðist aldrei. Þetta hefur verið ein samfella síðan. Þetta var einlega kannski bara óskhyggja hjá okkur mörgum að eitthvað raunverulega hefði breyst við hrunið. En síðan eitt sem að ég vil spyrja. Þegar menn núna kalla eftir eða harma það að bankasýslan hverfi frá og menn að kalla eftir afsögnum manna. Ég spyr, hver ábyrgð Alþingis? Hvað þarf Alþingi að fara að ræða? Það Alþingi sem var einhuga að það ætti að selja bankana. Allt Alþingi að undanskildum flokki fólksins var fylgjandi því að ráðast í þessi einkavæðingu. Og núna þegar við sjáum ruglið og sökkið í kringum þetta, þá bregður þjóðin og ég að vonast til þess að það sem að sé að gerast núna sé að reiði aldan rísið það hátt að stjórnvöld og þar með Alþingi, allt Alþingi að undanskildum flokki fólksins verði stöðvað. Það Alþingi sem þarf að horfa í eigin barm. Margrét, hvað segir þetta? Það hefur bara verið flokkur fólksins sem ekki vildi selja. Heldur að flokkur fólksins svona meiri í takt við megin þóra almennings heldur en restin af Alþingi? Nei, ég held það nú ekkert endilega. Ég hef nú ekki kynnt mér þessi atkvæðagreiðslu eða frumvarpi sem var lagt fram þessa sölu sem hefði væntanlega bara verið hvað í fjárlögunum eða heimilt þar eða. Já, þetta voru bara yfirlýsingar í umræðinni að allir stjórnmálaflokkarnir nema flokkur fólksins sagðist vera tilbúin að vilja selja. Þetta var ekki bara rétt á augnablikið, ekki rétt á aðferðin og eitthvað svona sem einu sögðu. Það var bara flokkur fólksins sem hafnaði alfarið sem eins og Ögmundur að lýsa líklega sem sinni skoðun að það bara hefði ekki átt að selja Íslandsbanka sem kom þetta fram í skýrslu bankasýslunar, hvítbókinni svo kallari að 61% landsmanna vildi að ríkið ætti bankana. Mér finnst það vera bara spurning sem að þjóðfélagi þurfa að svara og þegar við vorum í þessari endurreisn á árunum eftir hrunin og vorum að tjörsla þessu bankakerfi saman og Alþingi var þá náttúrulega alls ekkert sammála hvernig þetta ætti að vera. En þá var alltaf bara þessi spurning sem að henni var bara algjörlega ósvarað, hvernig bankakerfi viljum við fá eftir þetta? Því að þetta voru bankarnir, þessi 3 bankar sem fjallu og svo þetta sparisjóðakerfi. Þetta var eiginlega endurreist bara í nákvæmlega sömu mynd, bara minni pakki og Alþingi hefur aldrei svarað þeirri spurningu að mínu mati hvernig bankakerfi við viljum hafa. Er það ekki skrítið að vera að selja ríkisbankana með án þess að svara þeirri spurningu? Er það ekki bara kakala gú? Ég ekki á þeirri skoðun að ríkið með ekki eiga banka. Ég held að það sé alveg bara ljómandi. En mér finnst það ekki endilega ríkið ætti að eiga 3 eins banka. Þau þyrftu þá einhvern veginn að vera með einhverja sérstöðu og sérhæfingu og það var náttúrulega mjög mikið árunum eftir hrun talað og kallað eftir einhvers konar samfélagsbanka sem væri einhverjum öðrum forsendum. Ég veit ekki hvað þær hugmyndir eru núna. Mér finnst fólk ekki vera að vinna með þær. En það sem Ögmundur að segja að það hefði raunverulega ekkert breyst að við værum, spurningi væri 2007 komið aftur og þá er hann að segja 2007 fór aldrei neitt. Ég á því að hér búi öðruvísi þjóð en fyrir hrun. Ég hins vegar stend mig mjög oft af því að hugsa þegar ég sé suma stjórnmálamenn tala og hvernig þeir hegða sér að þeir átti sig ekki á því að hér sé önnur þjóð en var fyrir hrun. Og ég held að til dæmis að 2004, 5, 6, 7 hefði þessi sala bara farið og fólk hefði bara haldið áfram að horfa á það sem var í línulegri dagskrá á þeim tíma. Og haldið áfram að plana eitthvað fríti Kanarí og versla sér eitthvað afborgunum. En við sjáum það alveg að fólki er bara verulega misboðið og ég held að þjóðin muni ekki bara kyngja þessu og ég held að þetta mál sé alls ekki búið. Árni Daniel, þetta 2007 hafði aldrei farið og það sé bara barnaskapur að vera eitthvað hissa eins og það sé komið aftur vegna þess að það var bara byggt upp aftur, endurreist fyrir framan augun á ykkur og verið ekki hissa þótt að það sé komið aftur. Þetta er sammála þessu sem er eiginlega línan sem Ögmundur var að leggja inn í umræðuna? Já, sömuleyti.
það líka það að þá sem sagt, ég sko segja að það mjög mikið eins og Margrét var að benda á núna áðan sem mjög ólíkt, eiginlega alveg gjörólíkt að sem sagt þegar bankarnir voru seldir 2002-2003 þá heyrðist ekki neitt og núna virðist allt að komið á sama stað allavega hjá Alþingi, það bara Flokkur fólksins sem að segir eitthvað en sem sagt, já, en það sem þó álíkt því sem var 2007 að það kemur sem sagt hljóðarhorni frá almenningi, þannig að það ég held að það sé ástæða fyrir því hvað en sko já, hvað sem sagt fólk sem sagt meira vakandi heldur en áður, það náttúrulega að fór ekki hjá því, einhver lærði eitthvað í hruninu, svo sem að það var því líkur samfélagsjarðskjálfti að það hefði verið mjög skrítið ef enginn hefði sagt neitt þegar þetta kom upp. Hins vegar þá gerðist ekkert sko í fyrra þegar sem sagt, fyrst var byrjað að selja Íslandsbanka og þar var algjör sátt og ég átti mig svo sem ekki á því hver munurinn á því í fyrra og núna sko, nema þá var COVID og núna COVID hætt og en sem sagt sko ef maður skoðar hvað hefur gerst það sem sagt þegar eftir hrunið, þegar hrunið var þá tók við völdum stjórn sem að tók upp sumar kröfur mótmælenda, það var mótmælahreyfing sem náði völdum á landinu á ákveðnum tímapunkti, en síðan hófst mjög hratt þessi endurreisn gamla kerfisins. Kannski það dugði að mótmæla svona eins og gert var með mjög helgi eftir helgi og það sem að þúsundir manna mættu á Austurvöll hverju helgi, það dugði svona 2-3 mánuði eftir og það svo sem það aldrei mikil vinna að mæta alltaf á Austurvöll og mótmæla, það ekki hægt að halda því áfram mætalaust, en kerfið sem sagt það einhvern veginn það var voða lítið sem að sett var af stað í framhaldi af því og engin kerfisbreyting hefur komist á og það kannski fyrst og fremst að kenna sem sagt mjög einbeittri andstöðu bara Sjálfstæðisflokksins sem hefur haldið uppi mjög einbeittum vörnum fyrir gamla kerfinu og hefur ekkert skoðað í eigin barm varðandi sína sök á hruninu á sín tíma og á meðan svoleiðis apparatir í gangi, það er semst aðalvalda aðilinn í landinu sem ásök á hruninu, hann fær að leika lausum hala í kerfinu, hann með alla stöður í öllum dómstigum og í öllum ráðuneytum fólk hans og tala ekki með öllum fyrirtækjum, þá sem sagt þá ekki von á góðu, það bara 2007 þá og það er svona ákveðin svona stasis í því hvað kallað á íslensku svona kyrrstaða í samfélaginu, það ennþá sko sumlítið þannig að það eru greinilega 2 öfl sem takast á, það alþýðuhreyfing einhvers konar sem að birtist í ýmsum myndum og síðan sem sagt þetta alræði auðsins í gegnum Sjálfstæðisflokkinn sem fær sér svona fulltrúa til að koma til að veifa fyrir framan sitt eigið andlit, það svona gríma stundum heitir Sigmundur Davíð, stundum heitir hún Katrín Jakobs og svo aðeins. En Árni, það svo að segja eiginlega tvennt. Þú annars vegar að segja að ekkert hafi breyst, en síðan eins og þið langið til að segja að hafi verið einhver árangur af búsáttarbyltingunni og þess vegna hefði eitthvað breyst. Hvað nefndu bara tvennt atriði sem hefur breyst jákvætt í grunnkerfum samfélagsins? Þá ég ekki að tala vitund almennings eða eitthvað slíks. Hverju náði búsáttarbyltingin að breyta í bara grunnkerfum samfélagsins? Í stjórnmálunum? Í hvernig ákvarðanir eru teknar? Það kannski má segja að það sé mest áberandi hvernig sko stjórnmálakerfið sjálft hefur einlega splundrast. Það hafa komið upp fjölmargir flokkar og sumir eru eins og sko speglun á gamla flokkum sem fyrir var, koma nýjir flokkar upp
og þetta veldur því sko að sumuleyti að Sjálfstæðisflokkurinn á auðveldari leik vegna þess hvernig sem sagt mótspyrnuöflin hafa sem sagt klofna eða sem sagt valdið klofningi í gömlu flokkunum og ekki geta komið upp með samfærandi pólitískt afl í staðinn. Þetta mjög áberandi. En þú ert ekki að svara spurningu, ég að nefna eitthvað sem að væri svona árangurinn af búsaldabyltingunni, en þú ert eiginlega bara að tala hvernig hún heldur áfram að vinna og brjóta niður stjórnmálin og hvernig hún birtist í endurnýjun í verkalýðshreyfingunni og vitund almenning sem ég að tala náði búsaldabyltingin að breyta einhvern veginn hvernig svona grunnvöldin í samfélaginu eru, hvernig ákvarðanir eru teknar? Já, þegar þú nefnir sko náttúrulega verkalýðshreyfinguna þá hún þar langmest áberandi eins og nú það langmest áberandi á því sviði að það hefur orðið vakning á sviði þar sem var alveg steindautt og það ASÍ hreyfði hvorki ég veit að hreyfðist ekkert hjá ASÍ þó að kemur hrun en núna komin upp hreyfingi í meðal verkafólks að beita verkalýðshreyfingunni sem varnarafli gegn ráðandi öflum og það er ef maður á að nefna tvennt þá það hrun gamla flokkakerfisins sem má ekki vanmeta hvernig sem verður unnið úr því en síðan er efling baráttu línu í verkalýðshreyfingunni og einnig þá hafa komið fram flokkar sem eru með mjög sterka baráttu gegn auðveldinu og til dæmis eins og samtök eins og Attack sem hafa reyndu að byggja upp einhvers konar róttæku umræðu það var ekkert svolítið til áður en Attack fór þá að staða með einhvers konar umræðu sem snerist ekki það sem valkosturinn væri Evrópusambandið eða Bandaríkin eða Baugur eða N1 eða hver valkosturinn var sem var svona gerður valkosturinn milli Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og það svona vísar að sko eftir ákveðin tíma þá eru komnir fram vísar að skipulögðum andspyrnuöflum skulum við segja. Herðu, Marino, ég ætla að pröfa þetta á þér af því að þetta er bara umræður þessu. Hver var árangri? Hvað náði að breytast? Og þú tókst átt í að byggja upp hagsmunasamtök heimilanna sem voru með alls konar baráttumál. Er eitthvað af því sem að fór í gegn? Já, það sem ég held að hafi verið stærsti áfangi hjá okkur var það að við náðum að vekja athygli á rétti einstaklingsins, á rétti neytenda, að neytendur einhverjir og þetta skiptir ekki máli hvort að neytendurnir eru við sem hérna erum, hvort það eru verkalýðurinn, hvort það bara almenningur almennt, að við erum komið miklu meiri vitund fyrir því óréttlæti sem var í samfélaginu og það verið að vinna smátt og smátt gegn því. Við höfum séð það í undangengnum samningum hjá verkalýðsfélögunum að þar miklu meiri harka í því að ná fram réttlæti fyrir þá sem minna mega sín. Það skiptir rosalega miklu máli en við erum alls ekki komin nógu langt og það einmitt hluti af þessum svikum sem við lentum í hjá norrænu velferðarstjórninni sem endaði á því að verða hægra megin við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem náttúrulega ákveðið afrek hjá vinstri stjórn að lenda hægra megin við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn en því miður þá mistum við ofsalega mörgum tækifærum til betrumbóta. Við fórum aldrei í gegnum þroskaferlið að læra af hruninu. Það var skrifuð skýrsla og hvað 9 bindi, rosalega þykk og mikil. Það var nokkrir þingmenn eittu heilu sumri í að fara í gegnum skýrsluna og tína út úr því sem við getum lært af því. Það var búin til skellt saman í þingsályktuna til haustið 2010 líklegast og hvað kom út úr þeirri þingsályktuna til? Það var allt þakkað niður og það sem kannski við lærðum mest af þessu hruni var það hvað menn voru
fastir í að verja sjálfan sig, fastir í að það átti engin, það voru hinir sem voru orsök hrunsins. Munið þetta voru fólki sem keypti flatskjána, það olli hruninu. Og þannig þetta svona dálítið ennþá að við stjórnmálaflokkarnir, það átti enginn þeirra þátt í hruninu, það átti enginn þeirra sök á hruninu. Og það var alltaf hinir. Samfylkingin sagði Sjálfstæðisflokkurinn sagði Samfylkingin, eða Framsókn, og VG sagði bara við vorum stikkfrí, við vorum ekki í neina þessu. En VG var á þingi allan þann tíma sem þessu uppbygging átti sér stað og hefði geta verið miklu sterkari rödd. Og þetta svona dálítið, og síðan þetta með bankakerfi, við höfum ekkert lært að því. Það sem ég hefði viljað sjá til þess með bankakerfi var það að þessum 3 bönkum hefði verið, Arion banki var náttúrulega svona orðin engabanki en hinir voru komnir í fangi á ríkinu. Og ég hefði viljað sjá fjárfestingarbankasvið Íslandsbanka og Landsbanka sameinað og það bara gert að engabanka vegna þess að fjárfestingarbanki á bara að vera engabanki. Taka sér útibúanet annarkvors bankans, hvort sem það var Landsbanka eða Íslandsbanka og gera það að sparisjóðum. Þannig að ákvörðunartaka fjármál heimilana og minni fyrirtækja kæmist inn í nærsamfélagið en væri ekki fast í einhverjum höfuðstöðum bankana. Svo hefði hinn bankin bara geta verið áfram sambærilegu banki og verið í ríkiseigu. En sparisjóður hefði eðlilega orðið í eigu fólksins á hverjum stað nákvæmlega eins og sparisjóður voru alltaf. Þannig að við mistum af tækifærum. Við gerðum ýmsa breytingar og við höfum séð að það eru orðnar núna hugarfarsbreytingar hjá almenningi. Fólk er virkilega misboðið með þessa djóksölu í Íslandsbanka daginn og það er hugarfarsbreytingin. Við látum ekki, við sitjum ekki lengur þegjandi yfir því þegar hlutirnir gerðir en við leyfum hlutunum samt að gerast. Við þurfum einhvern veginn að vera harðar í því að segja hingað ekki lengra, en það gerum við ekki á milli kosninga. Við gerum það í kosningunum. Og það eru kannski stærstu vonbrigði mín varðandi það sem gerðist eftir hrun, var það að breytingaröflin, þau fengu ekki stuðning, þau fengu ekki hljómgrunn. Hreyfingin eða borgarhreyfingin eða hvað það er, hún hefði átt að verða miklu, miklu stærri. Hún hefði átt að ná til allra sem var misboðið með hruninu. En hún gerði það ekki. Í staðinn að þá fekk bara Sjálfstæðisflokkurinn fekk svona smá skell þarna 2009 en svo var hann endurreistu 2013. Samfylkingin fekk smá skell 2013 en svo fær hún endurreist einhvern tímann seinna. Það er ekki það sem við viljum sjá sem breytinguna. Við vildum sjá sem breytinguna að það væri komin ný stjórnmálaöfl sem væru umbótaöfl. En ekki þessi gömlu flokkar sem vilja ekki breyta neinu vegna þess að ef þeir breyta einhverju þá missa þeir eitthvað úr einhver hlunnindi, einhverja dúsu sem þeir hefðu. Og þannig að, já, hagsmunasamtök heimilana voru mjög sterkur aðili inn í þessa baráttu vegna þess að við héldum áfram að berja á því að það ætti að vera réttlæti. En við vorum hunsuð, við vorum svikin af Jóhannu og Steingrími, Gylfa Magg og Árna Páli. En þau eru áfram. Nú er Ásta Lóa komin inn á þing og hún heldur sinni baráttu þar. Ég var svo sem alltaf á móti því að hagsmunasamtökin væru pólitískt afl, en þannig bara breytist það. En við þurfum meiri svona breytingaröfl inn á þing. Við eigum ekki að tala þessi breytingaröfl á milli kosninga, heldur við eigum að tala þessi breytingaröfl í kosningabaráttunni og sjá til þess að breytingaröflunum verði hleypt að. Það er það sem ég myndi vilja sjá, það er það sem hefur mistekist, en það hefur ýmislegt samt þróast í rétta átt.
Við hefðum til dæmis ekki, við áttum ekki þessa umræðu sem núna í gangi 2023 þegar var verið að selja Íslandsbanka og Búnaðarbankann, eða hvað það hét, nei fyrir ekki Landsbankann og Búnaðarbankann, en núna þessi umræðu í gangi. Þannig að við erum eitthvað að læra, en við erum ekki að læra nóg. Það kerfið nákvæmlega eins, en fólkið svolítið óhamingjusamara með kerfið núna, það var glaðara með kerfið fyrir hrun, en óánægt með kerfið núna. Já, ég meina yfirleitt það þannig að þegar það gengur yfir stormur, þá sagt að þroskin kom í logninu eftir storminum. En okkur mistókst. Þú ert að segja það. Herðu Ögmundur, þú byrjaðir eiginlega að segja þetta að það væri bara alltaf ekkert breyst og þá spurningin, af hverju hefur ekkert breyst? Annars vegar. Og ef það hefur eitthvað breyst, það var líka spurning og opið spurning, ef það hefur eitthvað breyst, hvað það sem hefur breyst? Ég hefur það hlusta á það sem aðrir hafa sagt hérna og í rauninni sammála ýmsu hjá flestum og kannski flestu hjá flestum. Og hef endur skoðað þetta sem ég var að segja að ekkert hefur breyst. Auðvitað hefur mikið breyst. Það sem hefur breyst á Austurvelli. En það breytingin fyrst og fremst utandyra, ekki innandyra. Og ef við horfum til svona almanna viljans í þjóðfélaginu, þá hann mjög skýr. Við viljum hafa heilbrigðiskerfi á vegum samfélagsins, við viljum hafa sjávarútveginn og sjávarauðlindina undir handarjaðri þjóðarinnar og í eigu þjóðarinnar. Fólk vill hafa fjármálastofnanir, farið að líta fjármálastofnanir sem grunnþjónustu í samfélaginu sem eiga að vera undir handarjaðri okkar allra. Þetta mjög skýr vilji út í þjóðfélaginu, við vitum það. Það á Alþingi sem þessi vilji ekki fyrir hendi og það þar sem breytingin hefur ekki átt sér stað. Og þegar við segjum að öfl sem komu upp við hrunið hefðu átt að fá meira fylgi. Ég held að vandi þeirra og stjórnmálana almennt hafi verið sá að menn hafðu ekki skýra sýn á framtíðina. Þetta voru fyrst og fremst mótmæli gegn því sem var að gerast, ranglæti sem var uppi haft út í samfélaginu og í heimi stjórnmálana, en það vantaði þessa skýru sýn. Hún held ég smám saman að verða til núna. Ég nefnilega svolítið bjartsýnn á margt sem að gerast og þetta hefur að gerast smám saman. Ég minnist þess til dæmis, og ég held að þú hafi nú komið að því, Margrét Tryggvadóttir, þegar að Dögun efndi til fundar í Norræna húsinu, þetta mun hafa verið 2016, bauð hingað 2 fulltrúum erlendis frá, annars vegar Wolfram Morales hétan sem var fulltrúi þýsku sparisjóðana sem kom hingað á þennan fund og síðan var Ellen Brown sem var talsmaður ábyrgrar fjármálastarfsemi í Bandaríkjunum og þau kynntu okkur tvennt. Hún kynnti okkur bankan í Norður Dakota sem öflugasti samfélagsbanki í Bandaríkjunum. Og hann var sá banki sem stóðst bankahrunið bandaríska 2008. Hann sýslar ekki hann ekki fjárfestingabanki. Hann banki sem þjónar samfélagi sínu. Hann ekki bónusbanki. Hann greiðir til samfélagsins, ég man hún sagði það á þessum tíma, ég var að fletta þessu reyndar upp, $40 milljónir til ríkisins á hverju ári. Og þetta fyrirkomulag sem í Bandaríkjunum menn að horfa til í síauknum mæli. Síðan var það Þjóðverjinn, þessi Wolfram Morales sem talaði fyrir hönd þýskra sparisjóða. Þeir mjög öflugir í þýsku fjármálalífi, þjóna 50 milljónum viðskiptavina. Þar engin bónusar, þetta stofnanir sem sprottnar upp úr samfélaginu, sveitarfélögum eins og sparisjóðir íslensku voru áður en að þeir voru eyðilagðir hér á árunum upp úr aldamótunum. En ég minnist þess að Morales hann sagði að þeir ættu svolítið undir högg að sækja gagnvart Evrópusambandinu sem gagnrýndi þetta fyrirkomulag, teldi þá ekki vera nógu aðlagaða
fjármálakerfinu í Evrópu að öðru leyti. Þetta voru ekki, þeir banna sína, þeir eru ekki með bónusa, þeir eru ekki með þennan sama hátt á. Og það sem að við vorum sum að reyna að gera aldamótin og upp úr aldamótum, það var að koma á því sem Bandaríkjamenn höfðu búið við í langan tíma og kennt var við Glass-Steagall, það voru 2 þingmenn sem að stóðu að lagasmíði sem Roosevelt setti á 1933 eftir bankahrunið mikla, verðbréfarhrunið 29. Og þar var bannað, með þessum lögum, það var bannað að reka saman viðskiptabanka og fjárfestingabanka. Þetta var síðan afnumið 1999. Ögmundur, má ég aðeins trufla þig? Vegna þess að lýsa þarna, bankakerfið var bara endurreist og við erum með það núna, nú hefur engavæða þessi stórkostlega gróðramaskín. Þú nefnir 1 fund í Norræna húsinu sem mótvægi við þetta. Ég var að segja það að 1999 er þessi lög afnumin í bankakerfinu í Bandaríkjunum og Stiglitz, Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlaunahafi, hann sagði að með afnámi þessara laga, þegar þú steypir saman fjárfestingabönkum og venjulegum bönkum, þá varð fjárfestingar mórallinn ofan á og náði undirtökum í bankakerfinu. Og mér fannst þessi fundur í Norræna húsinu og þessar tilraunir sem hér hafa verið uppi hafi verið í þá átt sem að Joseph Stiglitz vildi að endurreisa þessa hugsun að bankar eigi að þjóna samfélagi sínu. Og þetta er ekki 1 fundur, þetta voru umræður sem að fóru fram víða. Það var Dögun sem var stóð fyrir þessu. Frosti Sigurjónsson talaði fyrir þessu líka á Alþingi og margir hafa gert það. Og nú heyrum að þessar raddir í þáttum til dæmis hér við Rauðaborðið að menn vilja endurreisa þessa hugsun. Þannig að Margrét, til að ljúka þessu, ég tek undir með þér, þetta er ekki sama samfélag og fyrir hrun. Við sjáum ýmsa jákvæða þætti sem að ég held að muni spíra í framtíðinni. Fyrir ekki Gunnar minn? Já, en ég er bara að benda á að við erum að tala um að ekkert breytist og svo við erum að tala um bankakerfi sem er hrundið við þjóðina og hefði raunverulega í eðlilegum kringumstæðum átt að vera það svona megin verkefni í samfélagsins að ræða það hvernig það vildi hafa bankakerfið. Og það sem hægt er að vega upp á móti bara eimlest sem var að hélt áfram og endaði með sölunni núna daginn. Það eru bara þetta tína til einhverja svona Frosta og Dögun og fundi í Norræna húsinu urður raunverulega aldrei hluti af meginstraumsumræðunni, aldrei hluti af meginstraumsflokkunum. Þetta er stefna sem að Framsóknarflokkurinn, VG, Samfylkingin og fleiri hefðu átt að taka upp miðað við svona hvaðan þeir koma úr stjórnmálunum. Þetta var aldrei hluti af almennri umræðu í samfélaginu. Þetta var bara eitthvað jaðarmál. Þetta var hluti af stefnu VG og við börðumst harkalega gegn sölu bankana 2002 og 2003, allan tíman okkar stefna. Síðan hverfum við frá þessu því miður en í upphafi árs 2016 þá er haldinn flokksráðsfundur hjá VG sem að segir við eigum ekki að selja Landsbankann, það var reynda bara Landsbankinn, og við eigum að gera hana samfélagsbanka. Og núna þá á lokadögum stjórnarinnar VG Samfylkingar að þá var talað um að selja 3/4 úr Landsbankanum en þarna var aftur komið þetta viðhorf innan VG allavega að selja hann ekki að neinu leyti. En núna er VG í ríkisstjórn að selja Íslandsbanka og til í að selja góðan hluta af Landsbankanum líka. Nákvæmlega. Það er þessu og þjóðin hún er að andæfa þessu og hún er að andæfa þessu út á Austurvelli, hún er að andæfa þessu í þessum þáttum til dæmis. Þannig að það er margt sem er að vakna upp að nýju en Alþingi, ég veit ekki hvað þau ætla að fara að tala ef þau kalla saman þingið, hvað ætla þau að tala um? Að þau hætta við sölu, það er ekki búið að selja allan bankan, ætla þau hætta við það? Ætlaði að rifta þessum samningum, getur það verið? Ég held ekki. Þau voru alls sammála þessu. Þau vilja þess einkavæðingu.
Þau voru bara hissa þegar að sjá hvernig auðvaldi lítur út. Ég held að voru með hugmyndir það liti betur út. Nákvæmlega. Herðu Margrét, það verið að hæla dögun og borgarhreyfingunni hérna. Marino segir að það sé sérstakt við Ísland að borgarhreyfingin hefði átt að fá miklu meira fylgi og að sömuleyti má vísa til stjórnmála í öðrum löndum. Stundum eru stjórnmála í Ísland minna mann meira kannski á Spán og Ítalíu og svona. Það getur verið það. Þar voru Podemos og fimmstjörnuhreyfingin að slá upp í bara 30%, þannig að einspurningin til þín, af hverju náði borgarhreyfingin og þessi hluti stjórnmálana ekki svona meira afli eftir hrun? Já, fyrst vil ég segja, ég kom ekkert að þessum fundi í Norræna húsinu 2016, bara þannig að ég sé nú ekki að skreita mig með stolnum fjöðrum. Borgarhreyfingin stofnuð þarna 6 vikum fyrir kosningar cirka bát og að því það búið til þeirra mjög skyndilega. 2 árum áður hafi til dæmis Íslandshreyfingin boðið fram og rétt skrifið yfir 2% og 1,50 milljónum. Þannig að fyrir hrun var bara óhugsandi liggur við fyrir svona einhverja algjörlega peningalösa hreyfingu almennings að bjóða fram og ná einhverjum árangri. Því ég ákveði að vera oddviti og það bauð mér fram sem oddvita og enda í Suðurkjördæmi þar sem að fylgið mældist ekki einu sinni 3 vikum fyrir kosningar, að þá gerði ég það ekki að því ég ætlaði á þinga því mér fannst það bara gjörsamlega bara óhugsandi. Mér fannst ég allavega bara þurfa að gera allt sem ég gæti til þess að reyna að breyta landinu mínu. Það mér þykir mjög vænt það. En hins vegar strax eiginlega eftir kosningar þá sprakk borgarhreyfingin upp og við 3 þingmenn klöfum okkur frá og ástæðan fyrir því var að allt fólkið í borgarhreyfinginu þetta var náttúrulega reiðasta fólk á Íslandi og það hætti ekkert að vera reitt þótt það hætti 4 þingmenn. En hins vegar var engin hugmyndafræðileg samleið. Borgarhreyfingunni þetta átti að vera svona eins og hit and run framboð. Við ætluðum bara að keyra á kerfið og þegar við varum komið þarna inn og það hlýti bara allt einhvern veginn að breytast, bara einhvern veginn. En við vorum ofboðslega stutta stefnuskrá, mjög hnitmiðaða og þetta var bara svona allt auðlendi í eigu þjóðarinnar þetta var ekkert sérstaklega útfært en það var ekki nokkuð tími til þess að bara nóg vesen að fá að ná að bjóða fram því að við skulum ekki gleyma því heldur að það var næstum stöðvað. Því að kjörstjórnin voru náttúrulega bara skipaðar fólki úr gömlu flokkunum og það var bara mjög margt, eins og lesa má í skýrslu ÖSE, gert þess að reyna að koma í veg fyrir þetta framboð. Það sem svo gerist að þegar maður fyrir að vinna með fólki, að þá sá maður að það vantaði algjörlega hugmyndafræðilega dýpt. Í þessu hrun ástandi þá skipti það kannski ekki alveg öllu og í stjórnarandstöðu. En ég til dæmis áttaði mig á því og kom þess vegna að því að stofna dögun að það þyrfti bara einhvern veginn miklu dýpri grunn og við gáfum okkur mjög góðan tíma í það og unnum það allt með lýðræðislegum hætti. Fyrir kosningarnar svo spretta upp, ég man ekki 4-5 framboð og sum þeirra bara copy-pastuðu okkar stefnuskrá sem við vorum eða ári að búa til og kjósendur sá engan mun, þeir áttu engan veginn á vinnunni og svona dýptinni sem ég til að hafi verið í okkar framboði og var kannski ekki einhvers staðar annars staðar en endingin var bara að Píratar náðu inn og rétt slifuðu og eru ennþá til. En þetta var samfélagslega tilraun. Svo fannst mér það skiptir ofboðslega miklu máli í stjórnmálum hvaða einstaklingar leiða. Við vorum að reyna að vera með flatan strúktúr eftir á að hyggja, bæði borgarhreyfingunni og svo dögun. Eftir á að hyggja þá held ég að það geti verið hættulegt vegna þess að sá sem elstur og með mestur reynsluna eða bara einfaldlega frekastur, hann ræður alltaf í raun og veru. En hann getur líka látið líta út fyrir allar ákvarðanir séu ofboðslega lýðræðislegar, þótt að hann sé í raun og veru að manipulera.
Þannig að ég er ekki ofboðslega hrifin af því fyrirkomulagi lengur, sko. Þótt að geti vissulega átt við sumstaðar. En með, einhver spurði Ögmundur spurði, hvað á þingið að ræða þegar það kemur saman. Ég held til dæmis að bara þegar ég að ræða ráðherraábyrgð. Því að það eru lög ennþá ráðherraábyrgð og mér finnst alveg full alvara eða ástæða til þess að íhuga alvarlega að beita þeim. Því það er fjármálaráðherra sem að bera ábyrgð á þessu og svo náttúrulega ber forsætisráðherra gríðarlega ábyrgð sem bara verkstjóri ríkisstjórnarinnar. En ríkisstjórnar er ekki fjölskipað stjórnvald og mér fannst til dæmis ég heyrði í Willum einhvern tímann fyrir páska þar sem að hann var mjög skrítinn og sagði alla ríkisstjórnina bera ábyrgð á þessu sem mjög skrítið því að hann í raun að kasta ábyrgð á sjálfa sig. En En ef þetta er ábyrgð, hver er glæpurinn? Ef það ætti að vera ráður ábyrgð gagnvart Bjarna Ben, hver er glæpurinn? Er það siðferðilegt áfall þjóðarinnar þegar þú horfir framan í auðvaldið sem átt að fá bankann? Eða hvað var... Ég held að það getur verið tvennt. Annars vegar er þetta bara alveg botlaus spilling og bara það sem við köllum einu svona einkavinavæðingu eða þá þetta er bara svo mikil vanhæfni og vanræksla í starfi, hvoru tveggja er brottrekstrar sök. Og mér finnst bara ráðherra eigi ekki að sitja við þessar eftir þetta. Má ég spyrja þig, Marín, og að því þú sagðir í upphafi að þú hefðir ekki orðið varfið að fólk væri svona hneykslað eða tala eða reitt við bara langa tíma og ég skildi að vera eiginlega bara frá hruni. Hvað er það sem að fólki ofbýður við þetta? Bara fúskið. Hvað það var illa skipulagt, hvað það var hvað var auðvelt, virtist það að vera auðvelt að sveigja frá reglunum. Það var talað þetta að það vera hæfi fjárfestar og svo sjáum við stráklinga sem eru að reka fyrirtæki sem hafa ekki skila hagnaði lengi og hafa ekki verslað á markaði. Þetta átti að vera vanir fjárfestar sem væru væru vanur að stunda verðbréfaviðskipti og það var einhvers staðar sá ég að viðmiðið væri 10 viðskipti á ársfjórðungi í þeirri stærðagráðu sem þarna vorum að ræða. Það var ekki slíkt. Þetta voru bara eins og sagði, það var tilviljun í hverja var hringt. Það var ekkert skipulegt. Og síðan er náttúrulega, fólk er náttúrulega hneykslað á því að útlendingarnir sem keyptu í fyrra útboðinu og seldu innan 3 vikna, að þeir hafi fengið að kaupa í þessu. Þannig að það er svona þetta fúsk, þetta skipulagsleysi, þetta var bara svona eins og kylfariði kasti, hvað myndi verða? Það var ekki búið að draga upp neina mynda því hvernig þetta átt að þróast. Var fólk að rekna með því að þarna kæmu inn íslenskir fagfjárfestar svo kallaðir sem að væru bara einhvern veginn besta fólk á Íslandi. Þegar maður skoðar hlutabréfa höllina, kauphöllina, þá er það Samherji á Eimskip stýrið því með einhverjum eigna hluta og þeir eiga síldarvinnsluna og svo veist FL Group strákarnir sem að auðguðust aftur með að selja einhverja gósverksmiðju fyrir eitthvað þrotabúið, þeir hafa verið að reka Kvikubanka og eru stórir inn í Arionbanka og inn í Símanum og hvar eru þetta þessi góðu fjárfestar sem að fólk reiknaði með að sjá? Eru þeir til? Er þetta bara hugaburður? Þessi góðu fjárfestar eru kannski ekki á hverju strá á Íslandi en það átti samt fólk átti vona því að þarna var að koma inn aðilar sem gætu flokkast sem kjölfestafjárfestar. Og hverjir eru það? Bakkabræður? Það er náttúrulega stórum hluta til lífeyrissjóðarnir og það kom upp fréttur það að lífeyrissjóðarnir hefði viljað fá eigna stærri hlut og meira að segja einhver hefði boðið það að kaupa fyrir 10 milljarða á markaðsgengi og hafi ekki fengið. Þannig að það eru þessa sögur sem eru, en ég alveg sammála því
að fjárfesta sko heimurinn á Íslandi, hann er ekkert ofsalega beisinn. Í staðin fyrir að vera með gömlu útrásavíkingana sem við vorum með fyrir hrun, þá erum við með eigendur sjávarútvegsfyrirtækja sem hafa verið að auðgast á kostnað þjóðarinnar á nánast gjafakvóta. Hafa alltaf þurft að greiða neitt fyrir þetta en eiga 100 milljarða í eigið fé og fara svo út allar grundir og múta mönnum til þess að geta auðgast meira. Þetta náttúrulega bara Ísland í dag. Við erum freka vanþróað fjárfestaland. Við erum ekkert með mikla dýpt og það hefði verið mjög gott að reyna að fá inn þroskaða erlenda fjárfesta sem voru tilbúnir að vera til lengri tíma. En eftir vissum að það sé betra en nú er bara búið að vera eiginlega frá hruni, hver skandallina fættur öðrum banka í Evrópu. Ef maður les Deutsche Bank, þetta er bara eins og glæpasamtök og það eru bara hver bank fættur öðrum hefur gengið gennum norrænu bankarnir, stórkostleg neysli, peningaþvætt út allan heim. Ég meina, hvað er þessi hugmyndum góða Þorvaldur í síld og fisk dáinn, sko? Maður sem rak sitt í fyrirtæki og borgaði skatt. Staðreyndin er alveg svo að fjármálaheimurinn hann gegnum rótin og það er alveg sama hvað þú tekur niður í fjármálaheiminum, að það er nánast ekkert gert nema það sé einhver svik og prettir í tengslu við það. Hvort að það er Deutsche Bank eða Danske Bankarnir eða hvað það er. Það gerir engin banki neitt nema hann fái þóknun fyrir. Og sá sem borgar hæstu þóknunina, hann fær athyglina. Og hér á Íslandi þá verðum við bara viðurkenna það að SFF, samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, þau stjórna allt og miklu hér í þessu landi og það fer engin stjórnmálamaður að vinna gegn ákvörðunum sem er tekin inn á stjórnarfundi SFF. Margrét, þú vildi skjóta inn eitthvað hæfa fjárfesta? Sko bara aðeins með þetta, því að eftir hrunið þá kom inn frumvarp, það reyndi að koma alltaf bara annað þeirra, það átti að vera 2 fjármálafyrirtæki, breytingar og lögum fjármálafyrirtæki og þingið laðist bara yfir þetta fullri alvöru og reyndi einhvern veginn að gera eitthvað skurk í þessu og eitt af því sem var sett þær inn reyndar fyrst í lögum vátryggingafélög en svo í hinn lagabálkinn líka var sko skilgreiningi af þeim sem máttu eiga fjármálafyrirtæki og semst vátryggingafyrirtæki og svo fjármálafyrirtæki og það náttúrulega auðvitað var, einhver ráðandi hlutur en eitt af því sem við fórum í þá að skilgreina var óflekka mannorð og það er einhvern veginn, mér veist ekki, ég veit ekki hvort þetta er ennþá í lögunum eða hvernig þetta ég hef ekkert lesið þetta nýlega en við fengum siðfræðinga fyrir nefndina til þess að hjálpa okkur að því þetta kom ekki frá ráðuneytinu í að móta tillögur það fyrsta lagi er óflekka mannorð, hvað þýðir þetta og þannig að sem sagt bara hvernig við getum náð utan þetta að einhverjum með vafasama viðskiptasögu geti eignast banka. Ég held að Bakkavarabræður og Þorsteinn Már og fleiri séu bara með óflekka mannorð í öllum lögfræðilegu skilningi, sko. Já, sko þetta, ég man nú ekki hvort að við notuðum akkurat hugtakið óflekka mannorð ekki, en allavega sko reyndum við bara mjög mikið að smíða einhvern veginn í kringum þetta. En það var ansi margt einhvern veginn, ég var í viðskiptanefnd fyrir 2 árum mín, svo var skipt einhvern veginn upp og það var í annars staðar. En þetta var svona svolítið eins og að vera með sko kennaratyggju og í að stoppa einhverja leka því að það var alltaf, við settum einhver ákvæði og sérstaklega í öllum þessum gjaldþrotamálum og í hinn og þessu og svo bara virkaði þetta ekkert eins og þetta átt að virka og það voru einhvern veginn alls staðar einhverjir lekar og þeir sem að við vorum að reyna að setja reglur utanum að þeir þekktu kerfið svo miklu betur og gátu einhvern veginn alltaf bara, þetta var bara eins og maður væri með óþekka krakka sem maður væri að reyna að skamma og fá til einhvern veginn að hafa sér. En það var einhvern veginn, þetta bara virkaði ekki, vegna þess að það var engin vilji inn í kerfinu heldur til þess að láta þetta virka.
Heyrðu, Árni, kannt þú að svara því hvað það sem að veldur svona miklu ógeði hjá fólki? Það að bregðast við bara einhverjum einstaklingum sem að vera vill ekki að til íslensku samfélagi og það eru bara engin, þannig almenningur eru alveg á skjön við lögin, það er ekkert hægt að stoppa það, þetta er allt fólk með óflekka mannorð, eða hvað er fólk, á hverju er fólk svona hneykslað? Ég bara, það er svo derfitt að sjá því af hverju er fólk svona hneykslað núna nema náttúrulega bara þetta er óvenjulega gróft og en sem sagt, það sem að kannski fólk sem liggur undir í fólki er að það vantar svolítið sko að það hafi eitthvað lagast eftir hrun sko og það er sko það var spurt hvað er eitthvað sem hefur lagast eftir hrun sko það er náttúrulega ein leið til þess að athuga það er bara að athuga hvernig hefur gengið að laga hlutina eftir hrun, fyrsta lagi, hversu mikið fór á hliðina í hruninu, við erum með miklaða skóla, við erum með ónýta spítala og sem sagt og sko það fór líf fólks fór sko í stórum stíl á hliðina í hruninu og ég veit ekki hvort það hefur verið metið til fjár en það er allavega ansi verulega fjárhæðir sem að væri hægt að krefja sko, þá sem eru ábyrgðarmenn kerfisins og það sem tala fyrir þessu kerfi ef að sem sagt, réttlæti væri eitthvað í gangi. Í fyrsta lagi væri hægt að athuga hvað fór á hliðina í hruninu og öðru lagi hvort eitthvað að því að verið endurreist og hvernig þá. Og sem sagt, það væri kannski ráð að skipa rannsóknarnefnd núna til að fara yfir sviðið og síðan sko það eru búnar til stofnanir eins og Bankasýslan sem að mér heyrist að hafi átt að vera einhvers konar svona bráðabirgðastofnun meðan verið var að bíða eftir því að kæmi normal tímar sko en sko sem sagt svo maður sko, það geta mjög stutt saman sko að það sem gerist 91 er að það hrynur sko allt þetta gamla, það hrynja sem sagt hlutir sem áttu að vera framtíðin. Framtíðin hún hrundi og eftir var svona, sko, svona tætlur, svona, af einhverju að tala banka áðan, samfélagsbanka, einhverjur áallanir samfélagsbankar, svona hér og þar, sko, samvinnufélög og svo framvegis einn gaur sem heitir Mark Fisher sem hefur fjallað þetta ástand þess að sko þessa samfélagsbyltingu sem var í kringu 68 og það er vonir sem þá vöknuðu og sem að síðan hrundu allar í þessari gaggbyltingu 91 og sko sem sagt hvaða vonir voru það vaktar í staðinn? Jú, það var það að markaðurinn ætti að ráða ríkjum og sem sagt einhvern veginn þá tókst að selja fólki þetta á löngu tímabili að þetta væri eitthvað framsækið en þetta var það ekki, þetta var náttúrulega bara auðræði, hreint og klárt auðræði og ekkert annað og svona vel dulbúið þannig að allt það sem að hét samtök almennings sko samfélags úrræði einhver eða samstaða það var bannlýst og bara útilokað og það er þessi minning góða framtíð draumar sko minning að einu sinni hafi fólk dreymt góða framtíð. Það er hún sem að sko hefur verið svolítið að sko vakna, þessar minningar hafa verið að vakna á ný eftir þessa örvæntingafullu uppreisn almennings og svona í rústunum miðjum þá er þessi draumar eru komnir á stað á ný og það er þessi draumar sem að sko einhvern veginn valda því að núna sko rekur fólki rógastans sko. Ég meina þetta bara, eigum við bara að fá eina tuskuna framan í andliti, eiga draumarnir okkar að einu sinni að bara breytast í martröð. Ég hef verið á þessum fundum á Austurvelli núna á laugardaginn fyrir 2 vikum og svo föstudaginn langa og það voru ákveðna ræður sem að eru að þú varst að tala endurreisn. Hvað hefur við endurreist? Og það kemur fólk sem að misti allt sitt í hruninu sem að kemur og heldur ræðuðar og ég meina við vorum ekki endurreist en nú eru þið að endurreisa Bakkavararbræður og Jón Ásgeir og alla þá félaga
en við vorum ekki endurreist og síðast var hérna Guðmundur Hrafn í leigjendasamtökunum hélt ræðu, þar sem að fólki sko misti allt sitt og leigjendur hafa hrekist út á óheftan leigumarkað og eru þar að bara mergsognir af leigufélögum, útgerðarmanna sem að ráku eins og við þekkjum Heimavelli og fleira, sem að núna eru síðan að fara að kaupa bankan sko. Þannig að þetta fólk endurreist, en við vorum aldrei endurreist. Það þetta óréttlæti sem að mér finnst mjög sterkt í ræðum þeirra sem að raunverulega mistu og töpu í hruninu. Það voru nokkur hópar, það voru líka öryrkjar og aldraðri sem að það kom svona misgengi sem ekki hefur verið leiðrétt þar. Og fólk stendur frammi fyrir því að það hefur verið að endurreisa alla sem að felldu bankana, en þeir sem að bankarnir fjallu á, að þeir hafi ekki verið endurreistir. Já. Þetta sé svolítið tilfinningin sko, núna það sem sett hefur aldrei það allavega komin tími á það og rúmlega það núna að gera upp reikningana eftir hvernig gekk að vinna á hruninu. Herðu Ögmundur, þú hefur mesta reynslu hér af stjórnmálunum, hvað mun gerast núna? Mun Bjarni Benediktsson segja af sér, mun ríkisstjórnin falla? Nei, það held ég ekki. Ég hef ekki hugmyndu það reyndar og allt háð því hvað gerist út í þjóðfélaginu og hvort að það heldur vöku sinn og vaknar ennþá betur. En sko, ég held að eins og þú orðaðir áðan Gunnar Smári að fólk að sjá framan í kapitalismann í gegnum þetta mál og það mjög mikilvægt. Það sá það ekki eins vel þegar Arion banki var seldur 2017. Og þegar við erum að tala sko, þroskaða eins og Marino nefndi, þroskaða fjárfesta erlendis. Hverjir voru þessir þroskuðu fjárfestar sem keyptu í Arion banka? Þetta voru vogunarsjóðir, Taconic hét oft Sif hét annar, hann var sektaður 47 milljarða fyrir stórfelldar mútur í 5 Afríkuríkjum. Þarna var Goldman Sachs sem að laug Grikkin á Evrópusambandi með því að falsa ríkisbókhaldið í Greiklandi. Þetta voru þessi þroskuðu fjárfestar sem voru að kaupa í Arion banka. Og það sem að við þurfum að gera upp við okkur og stjórnmálinn þurfum að gera upp við sig og bara almenningur allur. Og það ætti umræðin að snúast innan dyra á Alþingi. Hvað vilja menn? Vilja menn að bankakerfið sé rekið á forsendum ríkisbankans í Norður-Dakota eða á forsendum vogunarsjóða og þeirra aðila sem verið að fela eignarhaldið núna. Ég myndi telja sjálfur fyrir að það mætti þá hugsa. Viljum við fara með þessa banka og setja það undir handarjaðar lífeyrissjóða? Viljum við að þetta séu reknir af lífeyrissjóðunum? Það þó skömminni skárra að arðurinn hann komi inn í einhverja sjóði sem að þjóna almenningi eða teljum við lífeyrissjóðun að vera orðna og fyrirferðarmikla eða sem að ég tel nú besta kostin að hafa þetta í eigu undir handarjaðri almennings eins og þetta hefur verið. Og hefur ekki verið nokkurt einasta vandamál. Ríkisbankarnir á sínum tíma, við skulum ekki gleyma því, þeir voru aldrei baggi á þjóðinni, aldrei. Það gerðist með Landsbankann rétt upp á 1990 sem hann fekk ríkisstuðning, það var hver einasta króna greidd tilbaka. Síðan voru þeir einkavæddir og þá uppgötvuðu hvað það þýðir að fá slíkt í bakið eins og við gerðum. Og nú erum menn bara einfaldlega að endurtaka þann leik. Og mér finnst vanta innan þingsins að fá að vita af þess hálfu, hvað viljið þið? Hvers konar kerfi viljið þið? Þjóðin vill hafa þetta í sinni eigu. Ég held að þessi hafi alveg komið skýrt fram. Marino, heldur að Bjarni Benediktsson segja af sér? Nei. Nei, hann gerir það ekki. Og það er alveg útilokað, þessi stjórn mun ekki springa á þessu nema að það verði önnur búsáhaldabylting sem ég efast að þetta sé tilefni til. En það sem ég myndi samt vilja lýsa eftir, og ég vil bara lýsa eftir því, ég vil lýsa eftir stefnumótun fyrir Ísland. Hver á að gera þá stefnumótun? Marino? Það náttúrulega
sko, það væri ofsalega gott að það væri hægt að gera það í gegnum einhver svona þjóðfund eins og var hérna í höllinu á sínu tíma. Þar fengum við fullt af stikkorðum sem var hægt að nota og fara út í, en stjórnmálamenn þurfa náttúrulega að fara út í þessu stefnumótun. Þeir þurfa að framkvæma hana. Við þurfum að vita sem þjóð hvert við ætlum að stefna. Það gengur ekki að allt sé bara handahófskennt, allt sé tilviljunarkennt. Við séum stöðugt að vinna og þetta reddast. Við verðum að vita hvert við ætlum að taka þetta þjóðfélag. Við verðum að vita á hverju þetta þjóðfélag ætlar að lifa. Við verðum að vita hvers konar bankakerfi við viljum hafa. Þessi hvítbók sem var gerð, hún var ekki hvítbók þjóðarinnar, hún var hvítbók SFF og stjórnmálamanna. Þetta þarf að fara í gegnum og það skiptir engu máli hvort þetta menntakerfi, heilbrigðiskerfi, fjármálakerfi. Við þurfum að vita, við þurfum að móta þessa stefnu, við þurfum að ákveða hana. Og það ekki fyrir en við gerum það sem við förum frá því að vera Lísa í Undralandi þegar hún kom hlaupandi og spurði köttinn upp í trénu hvert hún ætti að fara og kötturinn spurði á móti hvert viltu fara? Hún sagði ég veit það ekki. Hvaðan komstu? Ég veit það ekki. Og þá sagði kötturinn náttúrulega en þá skiptir engu máli hvaða leið þú velur. Og við erum dálítið þar. Við erum eins og Lísa. Við vitum ekki hvaðan við komum, við vitum ekki hvert við erum að stefna og þá skiptir engu máli í hvaða leið við veljum. Ok, Árni Daníel, var Ögmundur að grípa orðið? Ég ætla bara að segja að það góða við hrunið og það sem að gerðist þá var að það kviknaði umræða mikil út í þjóðfélaginu og ég minnist þess að því að Marino hér og talaði fyrir hönd hagsmunasamtaka heimilanna að þar voru uppi hugmyndir, mjög skýrar hugmyndir hvernig ætti að taka á lánavandanum. Það voru ýmsir sem að vildu taka vísitölun og sambandi í upphafi hrunsins. Ég var mjög ákveðið á þeirri skoðun og setti fram tillögur það, þá sem formaði BSRB, þegar ég hefði aðkomað stjórnvöldum. En síðan komu hagsmunasamtök heimilanna með mjög raunhæfar tillögur að mínum mati, sem voru þær að lánveitandinn og lántakandinn deildu verðbólguskotinu sín eða milli sín. Það er að segja að vextirnir yrðu látnir halda sér en verðbólgan verðbæturnar færu aldrei upp fyrir tiltekið mark. Ég held að það verið 4% sem að þar var nefnt. Þarna kom tillaga sem að var til út í þjóðfélaginu hjá þessum samtökum sem að var telt inn á borð stjórnmálana og þetta var síðan kröftug umræðu. Þarna voru það lífeyrissjóðirnir reyndar sem að brugðust á undanum í því máli en ég nefni... Hver var niðurstaðan? Hver var niðurstaðan? Niðurstaðan var svo að þessu var hafnað. Þetta náði ekki fram að ganga og niðurstaðan var hins vegar svo að það var settur á skattur á fjármálafyrirtækin, lífeyrissjóðirnir þeir hlupust undan merkjum þar og urðu vaxtabætur, ríflegar vaxtabætur. En þetta varð allt til vegna þessarar umræðu og þessara tillagna sem komu frá lifandi samfélagi. Og ég hef trú á því að, kannski það óskhyggja, ég vonast til þess að það sem að nú hefur kviknað geti leitt til skapandi umræðu af þessu tagi, þar sem að við förum að ræða okkur í átt til niðurstaðana. Hvað það sem við viljum? Vegna þess að mér finnst umræðan í allt og ríkum mæli bara vera mótmæli. Þessi segi af sér og þessi fari frá og svo framvegis. Þetta nægir mér ekkert. Ég vil fá að vita hvert það sem við stefnum. Ég vil ekki fá þessa oft sikk glæpa hunda inn sem að keyptu Arion banka eða Goldman Sachs. Þetta eru glæpa fyrirtæki, þetta eru vogunarsjóðir, glæpa fyrirtæki. Og við erum ekkert betur settir með þau en þessa bófa sem er að hrifsa til sín Íslandsbanka núna. Þetta er kerfislægur vandi, þetta er kapítalismin. Það er á honum sem þarf að taka og þingið verður að vakna upp við þá staðreynd. Þetta er kerfislægur vandi og það er þeirra sem er ábyrgðin að hafa farið út í þessa vegferð. Hana verður að stöðva. Því að þau munu halda áfram. Þau munu halda áfram með heilbrigðiskerfið. Þau eru komið vegina núna. Nú á að fara að veita fjárfestum aðgang af vössum okkar á vegunum.
og nota beni það ekki bara með vegatollunum, þeir eiga að fá samkvæmt lögum sem Alþingi samþykkti. Það var einn þingmaður sem var á móti því, það var einn samfylkingarþingmaður sem var á móti því, Oddný Harðardóttir. Það er búið að veita fjárfestum aðgang að vegakerfinu til að taka arð út úr því. Ég meina það er ekki bara bankana sem þarf að stoppa, það er að stoppa stjórnvöld í að halda áfram á þessari ránsvegferð sem hún er. Árni Daníel, það hafa verið mótmæli niður á Austurvelli og það voru mótaðar 3 kröfur eiginlega á fyrsta fundinum. Það var að samningunum rift, kaupunum rift og Bjarni Ben axlaði ábyrgð og færi og bankasýsla færi. Nú er búið bankasýslan að fara. Heldurðu að stjórnvöld neyðist til þess að beygja sig undir hinnar kröfunar? Ég vona það, en ég veit ekki það, en það náttúrulega stendur svo eiginlega nánast í beinu hlutfalli við líkurnar á því að það gerist, það stendur í hlutfalli hversu margir mæta á Austurvöll. Það nú bara þannig. Margrét Tryggvadóttir, heldurðu að Bjarni Benediktsson muni segja af sér út af þessu máli, ríkisstjórnarspringa? Ég held að hann gerir það ekki sjálfviljugur, en það getur vel verið að hann verði að gera það. En það er svolítið í okkar höndum og bara þjóðarinnar hvað við ætlum að gera. En bara aðeins að því var að tala hann óflekkað mannorð í lögunum það talað orðspor sem auðvitað svona opnara hugtak og ekki svona lagalega skilgreint. En það á við stjórnendur og ráðandi eigundur eða það sem með stóra eigna hluta. Herðu, við sláum botnin í þetta í kvöld. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Ögmundur, Árni Daníel, Marín og Margrét. Hlustendur, ég hvet ykkur til þess að læka þennan þátt og læka samstöðuna á YouTube. Það er mjög mikilvægt vegna þess að við notum samstöðuna til dæmis til þess að dreifa efni frá mótmælunum niður á Austurvelli. Þannig að það er mikilvægt að síðan inni á samstöðunar inn á YouTube hafi svona almennilega drægni. Þið getur líka lækað síðu samstöðunar á Facebook, við dreifum líka þar. Þeir sem að vilja styrkja samstöðun og uppbyggingu hennar geta farið inn á samstöðun.is og gengið í Alþýðufélagið. Það er fjárhagslegur bakhjarl að dagskrá þessara dagskrá samstöðunar. Svo hveti ykkur öll til þess að mæta á mótmælin á laugardaginn. Þau eru klukkan 14 segi, klukkan 2 á Austurvelli. Og í tilefni af því að þá ætlum við að ljúka þessu þætti með því að spila eitt svona auka erindi, fundur á milli fundana sem var tekið upp og er ástæðan fyrir því að þetta skilti er hérna á baku mig. En ég kveð ykkur í kvöld. Takk hérlega. Góðan daginn, kæru landar. Ég er brjálaður og ég trúi að þið séu það líka. Því að fjármálaráðherra og bankasýsla ríkisins eru búin að fremja landráð með að selja bankan okkar sem við eigum saman til frænda sinna og feðra og skuggalegra vina. Krafa okkar í ljósi mála er mjög sanngjörn. Bjarni og stjórn bankasýslunar á einfaldlega að segja að sér. Það er sanngjarnt því að réttilega ætti þetta fólk að vera á leiðinni í fangelsi. Þeir eru búin að svíkja land og þjóð eiga ekkert lengur að gera í íslenskri pólitík. Nú er tímabært að við sýnum að okkur er alvara með það sem við meinum. Við ætlum að moka þessu fólki úr sínum fínu stólum og við ætlum að leyfa fólkinu í landinu að ráða sinni framtíð. Við mætum á Austurvöll og látum heyra í okkur. Þetta er ekki í lagi. Við þurfum að sýna að við ætlum ekki að endurtaka verbúðina með bönkunum okkar og öðrum sameiginlegum sjóðum. Við ætlum að taka okkar auðlindir tilbaka og við ætlum ekki að leyfa silfurskeiðungum að setja sjálfa sig fyrir framan restina af okkur. Mætum á Austurvöll klukkan 2 á laugardaginn.